við tökum þetta frá byrjun og útgangspunkt, þá hugmyndin svo í mörgum trúarbrögðum, sérstaklega mörgum dulhyggjutrúarbrögðum, eins og súfisma og í búddisma og fleiri, og síðan núna mikið til í eins og núvitund, eins og hjá Eckhart Tolle, áður Alan Watts og fleirum, og sannleikurinn sem er að predika og trúin í raun svo að allt þetta sem við erum að upplifa sé í raun og veru bara ein meðvitund, þetta sé ein vera sem að leika sér að sjálfri sér, skapar einhvers konar illusion, einhvers konar draumheim, svipað í Matrix. Það eru forritun í gangi sem er svona blekkingavefurinn, en blekkingavefurinn hér myndum við geta kallað efni og allt það. Þannig að eitthvað sem er til, eitthvað form og allt þetta eitthvað sem við sjáum og upplifum og allt það, en bakvið það einhvers konar meðvitund og hún bara ein og hún tímalaus og hún rúmlaus og allt það. Og tilgangurinn eiginlega hugsanlega sem við erum öll kannski að leita sá að reyna að átta okkur á því að við, hvert og eitt okkar, erum þessi meðvitund, að við erum ekki aðskilin, að við erum bara eitt. Og það það sem fallega heimspekin í þessu, svo einfalda staðreynd eða hvað hugmynd að allt sem þú ert að upplifa eitthvað sem þú dreigir að þér sjálfur og í raun og veru þú. Þannig að ef ég að upplifa sorg eða erfiðleika eða eitthvað, þá það mín heimur, þá það mín meðvitund á því augnabliki og í raun og veru bara eitthvað sem að ég þarf ekki að dæma eða eitthvað, það bara ég. Þannig að það fullkomin ábyrgð sem fólkin í því. Vegna þess að ef einhver erfiður eða að gera mér lífið erfiðara, þá það bara það sem ég að búa til á því augnabliki. Þannig að í raun og veru snýst þetta svona skrítið. Þetta bæði fyrir hvernig einn einstakling hann alltaf bara meðvitund, en hann ekkert annað en birtingarmynd einnar meðvitundur sem við öll höfum aðgang að. Þessi meðvitundur þetta hægir á þér og gerir lífið miklu flóknara og allt það, en síðan verður þetta hluti af þér vonandi og þú nærð eiginlega alltaf að vera, það er að segja innri heimurinn þinn, hann öðlast meira mikilvægi heldur en ytri heimur. Það er að segja, þú ert alltaf, grunnurinn að þú ert alltaf, þú ert. Og þú ert alltaf að verja þetta litla ego þitt og þar kemur óttinn. Ef einhver segir eitthvað sem passar ekki við þitt ego, þá reynir að verja það og þú ert hræddur að missa eitthvað. Ef þú ert dansari og einhver segir að dansi ekkert merkilegur, þá er allt bara hérna. Og af því þú ert alltaf að verja þitt territory. Og það ekki fyrir en við sleppum öllum tökum á þessari vörn okkar sem við náum að vera fullkomlega sátt við okkur sjálf og aðra. Í raun þetta svolítið eins og boðhlaup að því leyti að liðið þitt vinnur ekkert fyrir síðasti kemur inn í markið. Skiljiði? Þannig að þú getur aldrei unnið þetta hlaup einn. Og það þitt hlutverk að fá alla með þér og í þessu tilviki bara allt sem og það ekki fyrir en allt sem átta sig á því að það bara ein meðvitund að þá leikurinn búinn. Og eitt af því sem að þjálfa mann í því að átta sig á því þessari meðvitund að í raun og veru þetta ekkert annað, þú ert alltaf fastur sem meðvitund. Hluti eins og núvitund auðvitað og einleið til að þjálfa núvitundina spuni til dæmis. Spuni alltaf að þjálfa því að segja eitthvað og gera eitthvað en vita leið hvað þú ert að gera. Þannig að þú ert alltaf tvöfaldur. Á sama hátt þegar þú ert núvitaður þá ertu tvöfaldur að því leyti að þú ert meðvitaður það sem þú ert að gera á þeirri stundu. Það er að segja þú ert bæði að gera hlutinn en ert meðvitaður leið. Víða fara í klukku, fylgjast með fólki.
voða erfitt að komast út fyrir eitthvað ef þú ert ekki þeim meira forvitin. Og þá þarf það einhvern veginn að endurskoða allt. Þannig að hlutirnir eru í fyrsta lagi bara alls ekki eins og þeir sýnast vera. Það er svona grunn útgangspunkturinn til þess að vera forvitin, sko. Það er svo ógeðslega gott að vera forvitin, sko. Held ég í svona, mitt sko in the long run. Þú getur lent í alls konar vesinni og vera alltaf forvitin og eitthvað svona. En ég held að upp á stóru myndinni gera þá þurfum við að vera forvitin. Og því við þurfum oftast að upplifa hluti, svo getum við byrjað að rannsaka eftir á. Já, býtu, hvað var þetta? Í staðinn fyrir að vera alltaf að rannsaka hvað ef ég myndi gera svona eða eitthvað svona. Þá er rosalega mikilvægt að reyna að upplifa fyrst og rannsaka svo. Tengt forvitnin er auðvitað það að þau reyna kannski að hreypa hjá sér það sem henni finnst áhugavert, að leita tengingum og til þess að geta tengt saman hluti sem að kannski virðast ólíkir. Þá þarf maður ofta að hreypa það niður, geyma það einhvers staðar. Svo fattar maður kannski 2 árum seinna eða fær aðra sýn á einhvern hlut sem maður var búinn að skrá hjá sér 2 árum áður. Ég byrjaði á þessu þegar ég var svona 25 ára að sem sagt bara hafa bók hjá mér sem að það sem ég skráði niður svona pælingar, ef ég hefði séð góða bíómynd eða hitt einhverja mannesku, heyrt einhverja skemmtilega sögu af einhverju mannesku, eitthvað fyndið, eitthvað sem strökk á mér, einhverja kenningar annarkvort eitthvað í trúarbrögðum eða einhvers konar reynslusögur og allt til þess einhvern veginn að átta sig á hlutunum. Og mér fannst bara einhvern veginn ekki nóg að vera bara að læra fyrir próf og setja í eitthvað tölvu og hafa sér engan aðgang að þessu. Þannig að ég vildi svona gera þetta að mínu og ég held að það sé rosalega mikilvægt að krökkum sé kennt það bara frá byrjun að í raun og veru gera svona scratchbook eða sketchbook eða hvað það er til þess að búa til sinn sannleika úr öllu sem að maður lendir í og lærir, sko. Bara crash. Svona þetta er dóttir minn. Og þó maður skilji ekki eitthvað, þá er allt í lagi að hreypa það niður. Og samanber eins og bækur, bók sem þú skilur ekki, þú ert 22 ára. Setur bara upp í hillu, bara ekki forsa neitt, lest hana bara og lestu bara fyrstu 2 kaflana og ef þetta er ekki að tengja við því þá bara lokar bókinu og setur hann upp í hillu. Svo kannski 10 ára seinna þá meikar hún allt í hennu bara sens fyrir þér og er kannski uppáhaldsbókin eða gefur þér eitthvað. Og þannig er þetta bara með allt, við hefum ekki að forsa neitt, ekki þrýsta neitt, hlutin koma bara þegar þeir koma. Þetta hérna er alveg ágætistæki en er mjög takmarkað að því leyti að ef þú ert komin allt í einu með 20 svona bækur þá nærðu ekki alveg að tengja á milli þeirra og þú nærðu ekki að tengja á milli blaðsíðnanna og þú fattar ekki að þetta og þetta tengist og þær tengingar þarftu að gera sjálfur í hausnum á þér og vonar einhvern veginn að undirmeðvitundin svona kokkið þér upp og þá fara hlutinir að meika svona meira sens og stækka. Þannig að til þess að hjálpa til við það, þá bjóðu til ásamt góðu fólki forrit sem heitir Kiwi og tilgangur þess er í raun og veru að geta tengt þarna á milli saman. Virkar svolítið eins og Pinterest, eins og Instagram og við notum hashtagga mikið til þess að líka eftir líka eftir heilanum, hvernig hann tengir á milli hluta og hughrifum og alls konar svona. Þetta er raun og veru orðið þetta. Og til þess að þetta verður notað þá þurfum við þetta að hugsa í ábýtu hvað er þessi skemmtilega fólki eða krökkum við skemmtilegast að gera og það eru auðvitað tölvuleik. Þannig við þurfum að búa til skemmtilega tölvuleik og erum að því sem að er þó hannaður að tölvuleikurinn er alltaf úr því efni sem að ég hef sett inn úr mínum pælingum, úr mínum tengingum, úr því sem að mér hefur fundist áhugavert og tölvuleikurinn hjálpar þér til þess að í gegnum bara leikinn, þú ert bara kannski afslappaður í leiknum en ómeðvitað er verið að drilla svolítið í gegn á tengingarnar þínar, á innsæðið þitt og undirmeðvitund og þannig er verið að reyna að fá þetta úr bókunum og yfir í sjálfa þig, yfir í karakterinn.